Ágættu samstarfsmenn og gestir. Þetta dagurinn í dag verður í senn fræðandi og upplýsandi. Hann dregur fram þá sýn á vísindastarfsemi sem að hér stunduð og í samstarfi líka við Háskólann á Akureyri. Þetta í 10. sinn sem þessi vísindadagur haldinn og ég alveg fullviss að hann verður jafn skemmtilegur og fyrir vísindadagar sem hér hafa verið. En við vitum það öll að það gerist ekkert af sjálfu sér. Það liggur markviss stefna að baki þessum degi og síðast en ekki síst þrotlaus vinna allra þeirra sem að hér kynna sín verk. En frá árinu 2010 þá hefur öflugt vísindaráð verið starfandi við sjúkrahúsið og hefur haft veg og vandaða gerð metnaðarfulla vísindastefnu. Stefna sjúkrahússins sem var unnin 2011 með framtíðarsýn til ársins 2017 kvað á að umhverfi til rannsókna og þróunar skyldi vera hvetjandi og að öflugur vísindasjóður væri til staðar. Og þetta hefur allt saman gengið eftir því vísindasjóður sjúkrahússins var stofnaður árið 2013 og hefur vaxið fiskur í hrygg síðan þá og liðnu árið þá úthlutað hann 2 styrkjum en allir háskólamenntaðir starfsmenn sjúkrahússins geta sótt styrk úr sjóðnum. Nú, svo langt árabil þá hefur verið starfræktur vísindasjóður Læknaráðs sjúkrahússins sem einnig hefur úthlutað styrkjum þegar að það hefur átt við. En í framtíðarsýn til ársins 2021 sem sagt í samfélagið þá stefnt að því að sjúkrahúsið verði háskólasjúkrahús. Og það mjög metnaðarfullt og krefjandi verkefni. Það verkefni sem að tvinna saman samspil menntunar, vísinda og þjónustu. En það líka verkefni sem til lengri tíma treystir undirstöðu þjónustu sjúkrahússins. Og þar hefur okkur haldið áfram að miða fram á við. Í byrjun árs þá var Laufey Hrafnsdóttir ráðin forstöðumaður deildar mennta, vísinda og gæða og tilkoma hennar hefur verið lyftistöng fyrir það vísindastarf sem að hér unnið. Og auk þess að vera öflugt utanumhald og stuðningur við það. Og nú meðal annars unnið að því að mótun vísindaverkefna í tengslum aðallega utan sjúkrahússins og meira sótt í samkeppnissjóði heldur en áður. Og það ber þess líka að geta að Háskóli Íslands hefur leitað til sjúkrahússins að vera með í teymi sem velur verkefni og leiðbeini læknanemendum í GS-námi. Og 1 erindi og 2 veggspjöld eru meðal afrakstur þess samstarfs sem kynnt eru hér í dag. Nú samstarf sem þetta væri vert að formgera frekar á næstunni og efla einnig formlegt starf við Háskóli Íslands og fleiri sviðum vísinda. En það ánægjulegt að sjá hér nemaverkefni sem eru unnin með tilstuðlan styrk frá nýsköpunarsjóði námsmanna og vísindasjóði. Við sjáum líka hér meistaraverkefni sem að starfsmenn hafa unnið og tengjast beint þeim daglegu verkefnum sem að hér eru unnin og tvinna saman þá þætti sem ég nefndi hér áðan, menntun, vísindi og þjónustu. Auk þess eru hér önnur mjög áhugaverð erindi reyndari vísindamanna. Allt þetta hjálpar okkur að efla það starf sem hér unnið og byggir undir það markmið okkar að sjúkrahús á Akureyri verði háskólasjúkrahús. En samstarf sjúkrahússins og Háskólans á Akureyri hefur verið órofa frá því undirbúningur á stofnun hans hófst og háskólinn hóf starfsemi sína með kennslu í hjúkrunarfræði sem aðra að 2 námsbrautum haustið 1987. Og það samstarf var formgert með samningi milli sjúkrahússins og háskólans árið 1998 og sá samstarfssamningur hefur verið endurgerður nokkrum sinnum og nú síðast í maí á síðasta ári. Með samningur frá árinu 2002 var Heilbrigðisvísindastofnun Háskólans á Akureyri komið á legg með það megin hlutverk að vera sameiginlegu vettvangur rannsókna í heilbrigðisvísindum fyrir starfsmenn sjúkrahússins og háskólans. Og með núverandi samningi aukast möguleika starfsmanna sjúkrahússins til þátttöku í akademísku starfi. Í dag eru 4 stöður við Heilbrigðisvísindastofnunina og allt stefnir í að 2 starfsmenn með akademíska nafnbót verði við Heilbrigðisvísindastofnun Háskólans á Akureyri í haust. En Háskólaráð samþykkti í febrúar síðastliðnum reglur viðurkenningu HA á akademísku hæfi starfsmannasak og veitingu akademíska nafnbótar við Heilbrigðisvísindastofnun Háskólans. Og nú þegar háskólinn hefur heimild til doktorsnáms verður þess vonandi ekki langt að bíða að HA útskrifi doktorsnema og starfsmannahópi SAG. Þannig séð þessar 2 stofnanir halda áfram að
ganga saman hönd í hönd inn í framtíðina. En kæru þátttakendur á þessum vísindadegi, haustið tími uppskjöru og hér uppskjörum við nokkuð af því sem að vísindastarf starfsmanna sjúkrahússins og háskólans hefur gefið af sér og hjálpað til við að varða leiðina til framtíðar. Njótið dagsins.